og þú alveg stórkostlegur, verður okkar þar. Þú friðarprins og þú söngurinn minn og þú alveg stórkostlegur, verður okkar þar. Þú hinn mikli Guð. Fá eitt tjáð, gleðin slík og þín ást, svo rík og ég veit að þetta mun ég segja hver stór og mikil þú Orð fá eitt tjáð, gleðin slík og þín ást, svo rík og ég veit að þetta mun ég segja hver stór og mikil þú og þú alveg stórkostlegur, verður okkar þar. Þú minn friðarprins og þú söngurinn minn og þú alveg stórkostlegur, verður okkar þar. Þú hinn mikli Guð. Amen og amen. Velkomin á samkomu hjá okkur í dag. Það nýr tími og við erum eins fersk og getur gerst á þessum sunnudagsmorgni. Það ekki? Þetta nýr tími fyrir okkur og við ætlum að leiða ykkur í lofgjörð í dag. Við ætlum að lofa okkur í dag. Það enginn í salnum, þetta bara streymt og við ætlum að koma með samkomuna heim til ykkar og ég vona þið njótið með okkur. Ég vona þið þakki Guð í dag að það enn einn dagur þar sem við getum lyft upp hans nafni og gert betur og dregið okkur nær honum í dag. Halleluja. En við ætlum að biðja saman.
Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman hér í dag til þess að lyfta þér upp. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, þessa tækni í dag, að við getum komið saman allan heim, basically, til þess að lyfta þér upp. Það eru fólk út allan bæ tilbúin til þess að lyfta upp nafni þínu með okkur í dag, Drottinn. Ég bið að snerta fólk heima hjá þeim, bið þá sem eru með COVID og þá sem eru ekki með COVID, þá sem eru í einangrun og bið fyrir landin okkar. Viltu grípa inn í, viltu leyfa okkur að treysta þér. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að gefa þér allt sem við erum, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfestina og ég þakka þér fyrir að ég fái þetta tækifæri til þess að gefa þér dýrðin í dag. Við lofum þig og við þökkum þér. Í Jesú nafni, amen. Endilega syngið þið með heima, klappið þið og verðið bara með okkur í lofgjör í dag. Son Guðs einn traust mitt á og hans upprisu trúa má. Ég mun sigur Jesú sjá, blóðsins sigur kraftinn fá. Amen, amen. Ég á líf í upphaf reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sýn, því upp hann reis. Lá ég lífan í gröf, á mig lagst hafði synd og böl. Kallar náð hans nafnið mitt, mér nýtt líf gefur sitt. Amen, amen. Ég á líf í upphaf reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sýn, því upp hann reis og því vil ég lifa. Því upp hann reis og því ég frjáls. Ég veit hans hönd mitt líf og framtíð leiða mun. Amen, amen. Ég á líf í upphaf reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sýn. Amen, amen. Ég á líf í upphaf reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt sýn, því upp hann reis. Því upp hann reis. Hve djúpar gjáin okkar á milli, hve hátt var fjallið, ókleift það var. Í angist minni ég leit til himins og þá nóg nefndi þitt nafn. Í
gegnum myrkrið þín mikla elska, rauf skugga hjúp í minni sál. Fullkomið verk þitt nær allt til enda, Kristur Jesús lífsins blóð. Hver getur
skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haldrandi þjóð. Veitir mér styrki gegnum lífsins óvissu sjó. Halleluja. Góðan daginn. Þeir sem eru heima, sem að við erum bara að fá hér inni, enginn í salnum eins og Jóhanna sagði áðan, en þeir sem eru heima, velkomin á samkomu Smárakirkju. Njótið hennar þar sem þið eruð, hvar sem þið eruð. Við ætlum að halda áfram hér og lofa Drottinn eftir smástund og heyra síðan örlítið úr Guðs orði. En mér langar að benda ykkur á skján, ég held að sé á skjánu núna, já, upplýsingar reikningsnúmerið okkar eða þið viljið taka þátt í að styrkja eða standa með kirkjunni og standa straum af því sem að kirkjan er að gera og það er alltaf vel þegið og við byggjum Guðs blessun yfir líf ykkar þeir sem að einsýtti hjart ykkar að taka þátt í því og við erum þakklátt fyrir það vegna þess að ekkert af þessu er sjálfgefið. Starf Guðs hér á okkar meðal er ekki sjálfgefið og það að ykkar stuðningur sé til staðar er ekki sjálfgefið. Svo við erum þakklátt. Guð bless ykkur innilega og kærlega fyrir það og ykkar framlag í þeim efnum. Langar til að biðja þess yfir líf ykkar
fjölskyldu okkar, Guðs blessun. Faðir minn, ég þakka fyrir það að við megum á þessari stundu, Drottinn minn, koma fram fyrir þig. Þú þekkir hvert hjarta sem á þessi orð og þessa lofgjörð hlýðir, Drottinn minn, sem tekur þátt í þessari samkomu. Þú þekkir stöðuna, þú þekkir kringumstæður, þú þekkir heilsu, líf þeirra, fjárhagslegt ástand, fjölskyldu ástand, Drottinn Guð, gleði og sorg. Þú þekkir það betur en nokkur annar. Og nú biðjum við blessun inn í líf þeirra, blessun inn í líf hvers og eins, lækning og lausn þar sem þörf á, sigur, Drottinn minn, yfir kringumstæðum þar sem þörf á. Drottinn minn, að veikleiki hverfi fyrir styrkleika þínum, sorgin hverfi fyrir huggun þinni. Drottinn minn, kærleikur þinn flæðir og fyllir líf þeirra fyrir Jesú nafn. Amen. When he told you you're not right, when he told you you're not strong enough to put up a good fight, when he told you you're not worthy, when he told you you're not loved, when he told you you're not beautiful, you'll never be enough. Take your breath, stop you in your steps. Fear is a liar. He will rob your rest, steal your happiness, cast your fear in the fire. 'Cause fear, he is a liar. When he told you you were troubled, you'll forever be alone. When he told you you should run away, you'll never find a home. When he told you you were dirty and that you should be ashamed, when he told you you could be the one that grace could never change. Oh, fear is a liar. He will take your breath, stop you in your steps. Fear is a liar. He will rob your rest, steal your happiness, cast your fear in the fire. 'Cause fear is a liar. Let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I fear. Let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I feel. Oh, let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I feel. Let your fire fall and cast out all my fears. Let your fire fall, your love is all I feel.
ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér er, því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert, þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn, og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Drag mig nær þér Guð, drag mig nær þér Guð. Ætíð geymdu mig, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér er, því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert, yndi mitt þú ert. Þú ert drottinn minn, þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn, og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér og vertu nærri mér, og vertu nærri mér, og vertu nærri mér. Halleluja.
að koma saman og lofa Drottinn þó fá séu í húsi. Við vitum að þið hefur notið sem heima eru, ég veit það. Takk, elsku vinir. Þetta nýr tími fyrir alla í útsendingunni, tæknimenn okkar sem að sitja hér við borðin og inn í stjórnherbyggi og tónlistafólki okkar sem að þurfti að vekja raddirnar sínar fyrir allar aldur til að ná að syngja eins og þau sögðu. Þetta tekur tíma að vakna, það sé að röddin. Nei, segja þeir, þau eru brött og við erum þakklátt. Takk, elsku vinur, þetta er alveg dásalegt. Við ætlum að kíkja örlítið í Guðs orð, en áður en að gera það örstutt, þá langar mig að nefna örfá atriði sem að við stefnum að hér í Smárakirkju núna, næstu mánuðina. Það er ekki auðvelt að halda úti safnaðarstarfi á COVID-tímum. Það er reyndar ekki auðvelt að halda úti neinu starfi virðist vera á COVID-tímum. Það breytir ekki miklu hvort það er safnaðarstarf eða einhvers konar annars konar starf. Það er ekki margir sem að þrífast á því að það sem er venjulega gert í safnaðarstarfi, það kom svona hömlur á það. Samanber hér í dag er tómur salur. En við notum þess að dásamlegu tækni og streymum og veit að við njótum þess öll og þið sem heima eruð. En það eru samt 4 þættir sem við viljum leggja áherslu á í starfinu okkar framundan. Við erum öll að treysta því að COVID láti undan síga. Áður en að það lætur undan síga gæti hugsanlega, já við erum ennþá í þessum fjölda smita á hverjum degi og svo framvegis, þannig að það er kannski einhverjar takmarkanir og áfram og ég veit ekki hvað þeir gera, hvort þeir herða þær eða ekki. En við ætlum að skipuleggja okkur áframhaldandi í ljósið þessa ástands. Og það eru 4 þættir sem við ætlum að halda út næstu vikurnar og mánuðina og ef að COVID hverfur og allt breytist þá endurskoðum við að sjálfsögðu þessa hluti og bætum í eða hvernig sem er. Á miðvikudögunum ætlum við að hafa áframhaldandi íhugun og bænastund. Við getum gert það með því að hittast. Salurinn er stór og við erum innan markana. Svo lengi sem að fjöldatakmarkanir eru ekki verri eða meiri heldur eru í dag, þá getum við gert það. Við verðum samt að halda okkur við það, þannig að þegar þið farið að banka á dyrnar og fyrir að koma á bænastund, þá verður þið kannski að segja því miður. En það er svolítið spölur í það held ég. Íhugun og bænastund. Þetta er geysilega mikilvægt. Þetta ætlum við að gera. Þarna komum við til þess að næra okkar innri mann í íhugun fram fyrir Guði. Leyfa honum að tala, leyfa honum að sýna hvað er á hans hjarta. Í kjölfarið er síðan bænastund þar sem við biðjum undir handleiðslu heilags anda. Hvað þýðir það? Það þýðir það að við biðjum hann um að leiða bænir okkar. Leggja okkur á hjarta það bænarefni sem við síðan biðjum fyrir. Þá vitum við að þetta er fætt í himninum og við sjáum það gerast þegar við biðjum það fram undir krafti heilags anda. Þetta er mjög góða stundir og ég held að við séum alls sammála það sem við höfum verið að koma þar að þetta er eitthvað sem við viljum ekki missa. Svo við höldum þessu úti. Nú förum við aftur líka, númer 2, með fræðsluna í lofti. Við vorum með fræðslukvöld sem við ætlum vorum að tala um að fara á stað með í haust aftur en það hafi beðið. Nú ætlum við að fara á stað aftur og nú ætlum við að gera það vikulega. Við erum vikulega með fræðslukvöld sem við leggjum áherslu á ákveðið svona efni, allavega næstu vikurnar á mánuðina, sem að tengist þemanu sem verður á sunnudögum. Kemur því eftir. Nú, við ætlum að skoða, það má kannski segja það í fræðslukvöldunum, því þetta verður þema, þetta verður ekki statir hlutir, þetta verður þema, það verður alveg eitt leiður öðru, þetta er bara eins og að fara í skólan, skulum við segja. Og við ætlum að skoða áframhaldandi hvernig við, þú og ég, getum náð því að lifa í því frelsi sem þegar er búið að vinna fyrir okkur. Hvernig getum við farið úr höftum, úr bindingu, úr, ég ætla að fara að segja feimni, stundum er það feimni, en stundum er það líka bara þetta að við okkur líður ekki alveg nóg vel í sálinu okkar, við höldum að Guð sé kannski óánægður með okkur eða við erum ekki að standa okkur nú vel eða það er eitthvað svona sem er að hindra þetta sannkallaða gleði frelsi sem búið að gefa okkur. Svo við ætlum að skoða það, hvernig getum við gengið inn í það
dýpra og dýpra og meir. Það verður gaman. Það er bara að segja ykkur það verður gaman. Nú síðan það smáhóparnir okkar í síðasta ári og þó að COVID hafi verið að leika marga hart og sett svona aðeins strik í reikningin að þá fóru af stað 2 litlir hópar. Það sem er 4 til 8 sem ætla að hittast, allavega einu sinni í mánuði, kannski oftar þeir ráða því og til andlegs samfélags. Og þetta hægt að gera þegar við erum með þessar takmarkanir. Ef við hittust einhver staðar það sem hægt að vera með bara örlítinn hóp sem hittist, gætir að sjálfsögðu allra svona reglna með nánd og annað slíkt en getur átt náið og gott samfélag. Svo þetta verður og vonandi mun þeim mun bara fjölga, vonandi. Það fólk að spyrjast fyrir þetta, hefur sýnt í áhuga að fá að vera með í slíkum hópum og við tökum vel á móti því. Ef þú hefur áhuga að skoða endilega, hafðu samband og láta okkur vita. Og það 4. síðan eru sunnudagssamkomunnar. Nú ég að segja ykkur hvað við ætlum að gera í upphafi nýs árs, allavega eins og stíla þeir inn á næstu vikur og mánuði. Allavega fram á voru, skulum við segja. Enn erum við með lokað hús, því miður. Þetta er svekkjandi, það búið að loka hús af og til eins og við vitum náttúrulega alltaf og síðan tók tíma að byggja það upp og við vorum fá þegar við byrjum að opna og svo bættist í hópinn og það gekk rosalega vel á síðustu samkomunni sem var opið, það var alveg 80-90 manns eða eitthvað, ég veit ekki nákvæmlega hver tala var og svo var lokað. Þetta klassískt. Byggja upp, loka. Þannig að svona þetta bara, elsku vinur, og við lifum með því og vinnum eftir því. Við ætlum hins vegar að hafa rauðan þráð, svona þema í gegnum næstu sunnudagssamkomur. Og þemað verður, eða rauði þráðurinn, það getur vel verið þið finnið ekki alltaf, þennan sjáu hann ekki alltaf, en þennan þráð, en hann þarna, og hann fjallar réttlæti Guðs. Réttlæti þessi, hvað það sem Guð gert með því að réttlæta þig og mig? Hvað felst í því að vera réttlættur? Hversu miklu máli skiptir það? Á hverju þurfum við eitthvað að vera að hugsa það? Eða það kannski bara grundvöldur fyrir trúarlífið að skilja það? Svo við ætlum að skoða þetta og ég mun ekki tala um það bara einn, ég mun fá góða aðila og úrvals einstaklinga sem mun koma og hjálpa mér við þá kennslu og tala það efni og við munum sjá hvert Guð leiðir okkur með það. Og þar hvet ég ykkur til þess að vera með ef við mögum hittast í salnum að sjálfsögðu en þó við séum bara heima, hlusta, meðtaka og biðja Guð að sýna sannleikann í því orði sem eru kennt. Amen. Jæja, þá ætlum við að skoða þess. Þetta var svona bara það sem við ætlum að gera framundan á COVID-tímum. Það nýtt ár. Upphafi nýs árs. Ég heyrði það hjá mörgum að sumir hættir að vera með svona nýjársheiti. Gott og vel á hverju, vegna þess að þau rætast aldrei. Það verður aldrei úr því. Ég man eftir því að ég var að kenna henni gamla daga inn á skólanum og það var þeim tíma sem reykingar voru leyfðar í flestum svona stöðum og þar á meðal inn á kennarastofunni. Ég held ég hef aldrei reykt eins mikið á ævi minni. Hef þó aldrei reykt. En það var bara mökkur, kaffi og sígaretturreykur sko. Svakalegt. Ég man eftir einu veturunum að svona í mars, ég held að vera í mars, búin að kenna frá hausti og sko þá fann ég svona kaffilykt af húðin á mér. Þá var ég bara svona gegnsósa, kaffi og örglega reyka því ég var alltaf andaði að mér en þó ég aldrei hafi reykt sjálfur. Þannig að þetta var ekki hollt og ekki gott. En ég man eftir því að einn kennarinn stendur upp einu sinni í ég held að hafi ekki verið rétt undir vor minni mig og segir, heyrðu, ég hætti að reykja. Og fólki sagði, já, einmitt. Hún var búin að segja þetta hverju einasta janúarbyrjun frá því að þau mundi eftir. Það var alltaf nýjársheitinn og nú er ég hætti að reykja. Nei, alveg krakkar, nú er ég hætti að reykja. Já, okkur. Af því það er einn stór munur af því sem að ég hef gert undanfarin ár og svo núna. Og það er það að núna vildi ég hætta að reykja. Fram að þessu
vissi ég bara að það var gott fyrir mig að hætta að reykja en ég vildi það ekki, en nú vildi ég. Og ég bara hætt. Það svolítið svoleiðis með nýársheitin. Og, vitið þið hvað? Við gefum okkur svona heit eða tölum svona betri líf alltaf í byrjun janúar. Líkamsræktin fyllist. Ég man að daginn þá komuður líkamsrækta frumöðnir og sögðust hafa ágjör svolítið að því að það var alltaf svo mikið að gera í janúar, hvort að COVID myndi stoppa það eitthvað. Yfirleitt þurfa ekki að hafa ágjör að því, fólk skráði sig inn sko í áskrift og mæti svo 3 svar, eða eitthvað svoleiðis. En þetta mjög aktúelt hjá fólki að lifa betra lífi, bæta líf sitt, taka heilsun í gegn, taka mataræðið í gegn, og núna hef ég tekið eftir í undanfarna daga og mér finnst það ekki leiðilegt, mér finnst það gaman og ég kem að því á eftir, hef ég tekið eftir því að það eru auknar áherslur á að taka andlega lífið sitt í gegn. Ég hef séð kynningar, auglýsingar, viðtöl, greinar og það að fólk hvatt til þess að bara horfast í augu það, við erum andlegar verur og við þurfum að huga að and okkar, hlúa að honum og rækta okkar innri mann. Þetta, og nú alls konar svoleiðis námskeið að fara í gang. Svo andlega ræktunarnámskeið. Og það út allt, ekki bara hér á landi, út allt. Og það sem við hins vegar verum vör við, eru mjög fáir sem tala þessa andlegu vegferð í tengslu við trú eða Guð. Sem sagt við viðurkennum við erum andlega verur, en Guð ekkert inn í myndinni, annarkvort vegna þess að þau trú ekkert á Guð, eða þau eru feimin að tala Guð, eða þau segja að þetta óháð trú. Ég man eftir einu sinni fyrir mörgum ára þegar einhverf íhugun kom fyrst til Íslands, svona indversk afbrigði af íhugunarkerfi, og það var kynnt og auglýst þannig að þetta hefði ekkert með trú að gera, ekkert með Guð að gera, skipti engum máli hvort þú tryðir eða tryðir ekki, það væri ekkert slíkt í þessu kerfi. Þetta væri bara innri maðurinn, ræktun og þeir sem ef 10% af samfélagi, bæjarsamfélagi eða einhverju þjóð myndu byrja þessa einhverju íhugun, þá myndi slysum fækka og glæpum fækka og svo framvegis. Ég man að, ég ætla ára ekki að segja ykkur þetta því að bara kemur í hugum minn. Ég man einhvern tímann á kjölfarið, ég man ekki hvað löngu seinna, þá kom frétt að nú væri 10% Suðurnesjamanna farnar í huga. Þeir alltaf verið aðeins undan okkur í rockinu og poppinu og þeirri menningu allir, trúbort og hljómar og allir þeir gæjar sem þar komu. Og þeir voru líka undan okkur í þessu. En það fjölgaði slysum, það fjölgaði öllu öðru í bænum. Þannig að það var eitthvað bóið við þetta kenningu, en ég sagði hins vegar ég ætla að fara á þetta námskeið. Ég buði námskeið. Ég ætla að fara á þetta námskeið og ég ætla að vera eins lengi svo ég get án þess að þurfa að taka upp undir einhverja andlega trúarlega hluti. Ef þetta ekkert trúarlegt, ok, þá það bara svoleiðis. Svo ég fer. Þetta byrjar vel og þetta svona tækni og íhugunartækni og allt í lagi með það og svo komin, ég man ekki hvaða kvöld þetta var nokkur kvöld, held ég 15 skipti, 12 eða 15 skipti. Og ég komin 7 eða 8, ég man ekki hvernig var, og þá sagt við okkur, heyrðu, þið skuli næst þið komið, þá skuli þið koma með hreinan hvítan vasaklút og ávöxtir, þeim ekki vera sítrusávöxtir, þeim ekki vera beskir, það vera að vera sætir ávöxtir. Og ég svo asnig, og hvað gert við þetta? Já, við ætlum að koma og taka þetta og við leggjum þetta fyrir fram að mynd af Maharishi Yoga. Og sagði ég. Hvað erum við að gera? Já, við tökum þetta og svo komum við og leggjum þetta fram fyrir myndin af Maharishi Yoga. Þetta trúarbröð, sagði ég. Þetta ekki íhugunartækni eingöngu, þetta trúarbröð. Við erum að tilbyðum með að gera þetta, við erum að Nei. Jú, það svoleiðis, sagði ég. Því miður, þið hafi skrökvað að mér, svo ég verð að fara. Ég fór og 90% öllum líka. Því að þeir eru búin að láta skrökva sér. Íhugun til forna, ef hún frá austrinu, hvort sem austrinu eða vestrinu,
hún náttúrulega meira frá austrinu sem hún var til, hún tengist trú. Hún tengist Guði og leitinni af sannleikanum, leitinni af lífinu, hinu andlega lífi. Við tökum þetta hinum vestræna heimi mörg hver og við hreinsum þetta svona. Út með Guð, út með trú og reynum að skilja eitthvað eftir sem svona bara tækni til þess að lifa betra lífi. Og viti menn, það virkar. Það hjálpar til að róa. Svo ég ekki hér til að rífa það niður. En vandamála sem ég hef og það sem ég langar að benda á og langar að spyrja, hvernig stendur á því að við sem kristin kirkja erum búin að tapa þeirri stöðu að geta sagt besta andlega ræktunin í kirkjunni? Af hverju fólk ekki þar? Af hverju hleypur það í allt annað og leitar? Af hverju kemur það ekki þar sem að uppsprettan og segir, heyrðu, hérna andlegt líf, hérna byggist upp, hérna nærist ég, hérna fæ ég frið og hamingju og allt sér að leita. Af hverju höfum við tapað þessu? Við þurfum að spyrja okkur alvarlega að þessu. Af hverju fólk frekar eða hefur meiri trú á því að það sé að finna annar staðar heldur en í kirkju Krists og Krist. Hvað erum við búin að vera að segja fólki? Hvað erum við búin að vera að leggja áherslu á? Við sumir sem tala aðri mátt og alvitunduna og svona slíkt. Og það sá rauði þráður sem þið finnir reyndar í trúarbrögðunum. En af hverju höfum við tapað þessu? Eins og ég sagði, ég ætla ekki að rífa neitt niður sem gott að gerast, neins staðar. En mér langar að benda á mun betri leið. Sú leið reyndar kallar á að þú opnir hjartað þitt. Sú leið kallar á trú. En ef þú gengur þá leið, opnar hjartað þitt og tilbúinn að trúa, þá opnast heimur og líf sem þú getur ekki ímyndað þér hvað gerir fyrir líf þitt. Fyrir þú hefur smakkað. Erum við ekki öll að sækjast eftir friði? Það ekki tilgangur þess ferðalags, andlega ferðalagsins? Að viðurkenna að við erum andlegt fólk og við höfum andað innan með okkur sem þarfnast næringar og við þráum frið, við þráum hamingju, við þráum velmegun og velgengni, við þráum fyrst og næst þessa ró, þrátt fyrir ísun og þísun og lætin sem allt í kringum okkur, þá þráum við að vera í jafnvægi. Við köllum þetta ýmsum nöfnum, jafnvægi, ró, frið, núvitund, við köllum þetta. Þú veist, þetta alls konar heiti yfir þetta. En uppspretta þess alls. Og ef þú fer í uppsprettur, þú veist hvernig það uppsprett, það tærast, það best, það svalar best. Fara í uppsprettu. Vatn sem búin að leka niður hlíðar í gegnum alls konar dauða rollur og annað slíkt, ekki alveg tært þegar niður komið. En í uppsprettinni, sem kemur upp tært og gott, þar það. Og þar uppsprettan. Ef að líta aðeins á, bara örstutt hvað Biblían kennur okkur þessa hluti, mér langar fyrst að nefna hérna spádóma. Hlustum aðeins á þetta. 42. kafli 1-6. Sjá þjón minn sem ég leiði mér við hönd, minn útvalda sem ég hef þóknun á. Ég legg anda minn yfir hann mun boða þjóðunum rétt. Stoppum aðeins. Þannig Guð að tala og hann að Jesaja kemur með spádóm og hann mælir fyrir munn Guðs, sem það guðlegum anda, og hann segir, þetta minn útvaldi sem ég hef þóknun á, ég mun leggja anda minn yfir hann. Hann að tala Jesú. Hann að spá fyrir fæðingu frelsarans. Svo segir, versi 2, hann kallar ekki og hefur ekki háreysti og lætur ekki heyra röst sín á strætunum. Hann ekki með háa og læti. Það fer ekki mikið fyrir honum í hvað það varðar.
þó hafi farið ýmislegt fyrir honum á annan hátt það hvað hann talaði og hvað hann sagði, hvað hann gerði, en hann var ekki með háresti. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slökkur hann ekki, hann boðar réttin með trúfesti. Hann dabrast eigi og gefst eigi upp uns hann fær komiðinn rétti á jörðu og fjarlægar landsálfur bíða eftir boðskap hans. Fjarlægar landsálfur bíða eftir boðskap hans. Það var að tala um Jesú. Hans boðskapur er einstakur. Lönd og þjóðir þarfnast þessa boðskapar. Og hér kannski stoppum við aðeins eða missum við marks í kirkjunni vegna þess að við tölum alltaf um það að þetta sé bara boðskapar, svona áttu að lifa ytra lífinu þínu. En boðskapurinn sem Kristur kom með var ekki bara það hvernig þú hegða þér í lífinu. Hans boðskapur var stærri og miklu meiri en sá. Hann gekk út á það hvernig hann ætlaði að breyta þínu andlega lífi þannig að ávöxturinn sæist í ytra lífinu. Hann ætlaði að byrja inn í þér, ekki utan á. Við höfum hins vegar oft tekið það meira utan á. Þú átt ekki að gera þetta, þú skalt ekki gera þetta. Heyrðu, þú voru að halda þetta, þú voru að gera svona. Og það er þá missum við marks. Þá missum við marks. Svo segir drottinn Guð, vers 5, sá er skóp himininn og þandi hann út, sá er breiddi út jörðina með öllu því sem á henni vex. Þetta er skaparinn. Þetta er sá sem gerði allt. En svo sumum myndu kalla þetta er almættið. Þetta er alvitundin, heimsvitundin, hvað þú kallar það. Þetta er lifandi Guð. Þetta er ekki ópersónulegur máttur og kraftur. Þetta er lifandi skapari himins og jarðar. Sá er breiddi út jörðina með öllu því sem á honum vex, sá er andadrátt gaf, takk eftir, sá er andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinu og lífsanda þeim er á henni ganga. Hann blés nefnilega sínum lífsanda inn í þig og inn í mig. Þess vegna, ég lá vakandi einu nóttunum daginn og ég var að hugsa um hversu stórkostlegt lífið er, hvernig vera erum við? Hvernig verur erum við? Hvernig getum við upplifað og reynt þessa tilveru sem við erum að upplifa og reyna? Hversu magnað er þetta? Þetta er náttúrulega bara tilviljun. Nei. Ég segi bara það, þeir sem að halda, eða vilja meina að þetta sé tilviljun og það tekið nokkur miljónir, 100 milljónir eða 1000 milljónir ára að þróast úr einhverju eða úr engu öllu heldur. Mikil er trúðin. Mikil er trúðin. Mun meir en mín. Svo kemur þetta stórkostlega vers í 6. Ég drottinn hef kallað þig, það er Guð almáttugur sem er að tala um Jesú. Ég hef kallað þig til réttlætis og ég höld í hönd þína og ég mun varðveita þig og gjöra þig að sáttmála fyrir líðin og ljósi fyrir þjóðirnar. Til að opna hinn blindu augu, til að leiða út úr varðhaldinu þá er bundnir eru, úr dýflissunni þá er í myrkri sitja. Er þetta ekki það sem við viljum? Við viljum öll koma til ljósis. Við viljum öll að fá birtun og ylinu og ljósið úr myrkri, úr fjöturum, úr ánauð. Sama hver hún er. Hann segir, Guð segir, ég sendi ykkur Jesú. Hann er ekki bara eitthvað sem ætlar að gefa ykkur eitthvað sáttmála, hann er sáttmálinn. Með öðrum orðum, kristendómurinn er persóna. Allt lífið í Guði er persóna. Þetta snýst allt um Jesú. Hann er. Hann er. Og aðeins neðar eða í öðrum kafla 49 segir á tímu náðarinnar bænheyri í þig, þetta er áframhaldandi á sama spádómi faktist, eða svipuðum. Á tímu náðarinnar bænheyri í þig og á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöru þig að sáttmála, kemur það aftur, fyrir líðin, til að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn, til þess að segja henni fjötur er gangið út og þeim sem í myrkrinu eru komið fram í dagsbirtuna.
Kristur, þú segir kannski bara, þetta rosalega merkilegt, þetta skildi hafa verið sagt svona löngu áður en Jesús fæddist. Já, það stórmerkilegt. En ég meina, hver segir að þetta hafi komið fram í Jesú? Þetta ekki bara tilviljun? Kom enn aftur að tilviljunum. Mikil trú þín. Ef þetta allt tilviljanir. Sumir vilja meina kannski þetta sé bara eins og ekki, bara bull, þetta bara Biblían, hún bara bull. Það lítið við því að segja hér í augnablikinu, ég ætla ekki að fara í trúvörn varðandi Biblíuna í augnablikinu, ég get bara sagt það eitt. Það enginn sem getur sagt mér að þetta sé ekki satt. Það enginn sem getur sagt mér það. Ég hef aldrei efast það síðan að ég fekk að upplifa og reyna þennan kraft. Síðan ég fekk opinberun og skilning það og hann mætti mér á þvílíkan máta að það breytir engu hvað hver segir. Það búið að reyna að segja mér þetta öll þessi ár síðan, sjáðu. Það skiptir ekki máli. Ég veit á hvernig ég trúi. Ég veit að hann er. Ég bara veit að því ég er búin að reyna það. Þetta ekki bara rosalega sniðu hugmyndafræði í kollinum á mér. Vísu hugmyndafræðin alveg geggjuð, en það allt annað handlegur. Það ekki það sem er. Þetta andleg reynsla. Andleg upplifun sem krafðist þess að ég opnaði hjarta mitt og ég væri tilbúin að trúa. Og bám! Hann stóð við sitt, hann gerði nákvæmlega þetta. Og þá ætla ég að segja ykkur eitt, og þetta ég ætla að ljúka með þessu. Hvernig hlotnast okkur svo að komast út myrkurinn inn í ljósið? Hvernig hlotnast okkur að ganga þessa andlegu vegferð, ganga þessa andlegu leið? Það aðeins og einn máta, elsku vinur. Bara ein leið inn í þetta líf. Það alls konar aðra leiðir inn í annar líf, annars konar líf. Ég að segja þér, komum að uppsprettunni. Og það fagnaðarerindin Jesú Krist. Ef ég spyrði þig, langar mér að spyrja þig, þú ert ekki að svara upp átt. Ekki einu svona þú sér bara, já, kannski þú ert einn heima hjá þér, máttu svara upp átt. Þú mátt alveg sjálfsögðu svara upp átt, þú þarft þess ekki. Hvað fagnaðarerindið Jesú Krist? Hugsaðu það. Hvað fagnaðarerindið? Ég veit alveg að mörg ykkar núna sem þekki einhvað til ritningarnar, einhvað til kirkjumála, sumir ykkar eru kannski og bara segja fagnaðarerindið að var eitthvað með Jesú eða ekki, eitthvað hann páskólum eða ekki. Jú. Þú segir kannski, já, snýst fagnaðarerindið að Jesús Kristur, sonur Guðs, kom og gerðist maður? Jú. Jesús dó fyrir mig. Jú. Hann fyrirgaf mér syndi mínar. Já. Heyrðu, hann reis frá dauðum. Aha, það líka gott. Þetta ekki allt fagnaðarerindið? Þetta hluti. Þetta hluti af því. Ef ég myndi segja við þig, kæmi til hérna, ég hef aldrei séð bíl. Ég hef aldrei séð bíl eða bifreið, veit ekki hvað það Og þú byrjar, það svona 4 dekk. Dekk, hvað það? Svo byrjar að lýsa dekki fyrir mér. Já, merkilegt, og hvað gerir þessi dekk? Já, þau rúlla, Halldór. Svo fyrir að lýsa bílnum alveg í smátur, þú lýsir alveg öllu. Þú lýsir honum svo vel að ég get að lokum teiknað bifreið. Það þá aðal tilgangurinn að ég geti sagt hvernig bifreið lítur út. Hvað bifreið? Nei, bifreið nefnilega farartæki sem kemur mér frá A til B. Bifreið ekki útlitið á henni. Bifreið það sem gerir það verkum hún kemst á milli staða. Það bifreið. Margir hafa fagnaðarerindið og geta lýst svona hlutum í því en veit ekki kraftin sem kemur frá A til B í lífinu. Veit ekki kraftin sem breytir andlegu ástandið þeirra
og færi þau til inn í nýjar víddir. Það fagnaðarerindið. Fagnaðarerindið opnar nefnilega nýjan heim andlegs lífs og gefur þér algjörlega nýja sýn á jarðneska lífið. Og með fullri virðingu fyrir allri annarri andlegri leit sem í boði eða aðferðum, eða leið, eða tækni, þá ætla ég að leyfa mér hér og nú að fullyrða að enginn þeirra kemst með tæknar það sem að Kristur hefur hælana í þeim efnum. Enginn. Og ég tala það af eigin reynslu. Tekið mér stór orð í munn, það má vera. En ég veit að ég veit. Ég er sannfærður. Þetta leiðin. Og kirkjan hefur mist sjónar á því hvað við erum hér að gera. Kirkjan heldur það oft á tíðum að við séum hér til að vera áframhald eða framlegging á Jesú Kristi til þess að klára verkið hans. Nei. Við erum bara kölluð til eins. Við erum kölluð til að fara og segja fólkinu góðu fréttirnar. Við áttum bara að segja hann frá. Við áttum að segja hann frá að verkið væri búið, fullkomnað. Að hann hefði klárað allt sem þurfti að klára til að gera okkur þennan aðgang mögulegan. Ég ætla að lesa núna að lokum síðasta versið og hlustið á Rómverjabréfið 1. kafli. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Takt eftir hverjum þeim sem trúir. Trúin verður að vera. Gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Þetta þýðir ekki það að gyðingarnir séu hærra settir heldur Grikkirnir og eitthvað svona og þess vegna fengu þeir. Nei, það bara fagnaðarerindið kom fyrst til þeirra. Síðan til hinna. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst, síðan Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttlæti mun lifa fyrir trú. Réttlæti Guðs opinberast í fagnaðarerindinu. Í sumum erlendu þýðingu segir einfaldlega, fagnaðarerindið er opinberun á réttlæti Guðs. Ertu með? Það er það sem þetta þýðir. Fagnaðarerindið Jesú Krist, jú, hann fyrirgefur, jú, hann reis frá dauðum, jú, hann gerði allt þetta. Þetta er allt hluti af pakkanum. En hvað er fagnaðarerindið sjálft? Það er að hann hefur réttlætt þig. Og þegar þú fær opinberunar skilning á því hvað það er að vera réttlættur fram fyrir Guði, þá umbyltist líf þitt. Það gjörsamlega umbyltist. Og frelsi sem fylgir því er engu líkt. Friðurinn, kærleikurinn, gleðin, allur þessi pakki sem við þráum öll, fylgir því þegar þú fær skilning í hjartarinu þínu. Þetta er ekki tækni. Þetta er opinberun. Réttlæti Guðs er grunnurinn. Réttlæti Guðs er fagnaðarerindið. Og það sérst og sýnist í okkur við opinberun heilags anda. Hann sýnir okkur að frá trú til trúar. Þegar þar er byrjunin. Byrjunin er kannski leit, sjáðu. En svo finnurðu. Í kristendóminu getur henni bara fundið. Ég veit að margir leita og vilja bara vera að leita, það finnur aldrei neitt. Bara flott að vera leitandi, andlega leitandi. Ég er mjög andlega leitandi maður. Já, ég var það líka og svo fann ég. Þú veist, og þá þurfti ég ekki að leita lengur. Ég fann. En það stoppaði ekki ferðalagi hjá mér. Ég hélt áfram að ferðast bara núna í andlega, bara allt önnur skilningi, allt önnur dýpt. Frá dýr til dýrðar, frá trú til trúar.
Það hættir ekkert, þú finnir, ekki vera hræddur við það. Já, ég verði alltaf að vera að hafa eitthvað. Já, hafðu það bara áfram í trúnni þá. En þú þarft ekki að leita því þú munt finna fyrir opinberun Guðs. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það við megum skoða orðið þitt. Þakka fyrir fagnaðarerindið sem þú hefur gefið okkur í Jesú Kristi. Hann sáttmálinn okkar. Hann sá sem kemur með alla þessa hluti. Hann friðurinn. Hann lífið. Hann lækningin. Hann lausnin. Þetta allt persónan. Jesús Kristur. Og þú opinberar það, Drottinn, fyrir trú. Þess vegna bið ég núna fyrir hverjum einu sem að hlusta að hjarta þeirra mætti opnast, þeir verður tilbúin viljug til að segja ég vil opna hjarta mitt og gefa þessu séns. Og þá veit ég, Drottinn minn Guð, að fyrir það fólk þú sleppir ekki slíku tækifæri. Þú mætir þeim, þú blessar þau, þú snertir þau, þú talar við þau og láttu það spyrjast, elsku lifandi Guð, hversu stórkostlega góður þú ert og engin andleg iðkun jafnast á við samfélagi við þig. Takk, Jesús. Við erum ekki að tala kirkjuleik, kirkjusækni, kirkjuhitt og þetta aktivitet. Við erum ekki að tala það. Við erum að tala innri mannin. Takk, Jesús. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Miðvikudaginn, bænastund, íhugun og bænastund, 7:00 byrjum við og í vikunum verður við líka sendt út, fer sennilega í loftið á þriðjudeginum, frekar en á miðvikudeginum, en verður lifandi alla vikuna, kennsla sem byrjar og hún kemur síðan vikudaginn. Og að sjálfsögðu aftur næsta sunnudagssamkoma. 11:00. Guð blessi ykkur. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.